Systir í Markúsarguðspjalli 14, 25. Systir, Markús 14, já systir. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins til þess dags, ég drekk hann nýjan í Guðs ríki. Þegar ég les þetta skil ég það þannig að Drottinn, þegar hann sat með lærisveinunum við síðustu kvöldmáltíðina, hafi þó látið postulana drekka af. Jæja, hversu margir hafa lesið þetta? Systirinn las þetta og nokkrir ykkar hafa þegar lesið það. Þar segir að Drottinn hafi tekið bikarinn og sagt, ég mun ekki drekka þetta framar. Þetta í síðasta sinn og næst mun ég drekka það í himnaríki. Ímyndi ykkur að himnaríkið lét ekki lengi bíða eftir sér. Á þeirri stundu, þegar Drottinn tók bikarinn og sagði að þetta væri í síðasta sinn, var hann enn undir lögmáli Móse. Hann var enn undir lögmáli Móse, því hann hafði ekki enn afnumið það. Þess vegna sagði Drottinn. Þetta síðasta kvöldmáltíðin sem ég held með ykkur, því svo næsta verður í himnaríki. Postularnir hafa eflaust haldið að það myndi líða margar aldir þar til þeir drykkju aftur vín með Drottni, það að segja. Nytu samfélags við hann. Svo gerðist það að Drottinn var krossfestur og reis upp frá dauðum. Eftir upprisuna sagði hann við postulana, farið ekki frá Jerúsalem, því heilagur andi mun koma yfir ykkur og þið munið fljóta kraft. Þá gerðist það sem þið munið eftir, á hvítasunnudegi kom heilagur andi. Mikill dynur heyrðist, allir töluðu tungum og spáðu og Pétur flutti fyrstu predikunina. Þennan dag tók himnaríki til starfa. Lögmál Móse hafði þá verið afnumið. Frá þeim degi hófst himnaríkið. Allir þeir sem tóku á móti andanum, hlutu andlegar gjafir og fóru að trúa á Drottinn Jesú Krist og fylgja vegi trúarinnar, voru þá komnir inn í himnaríkið. Og samfélagi við Drottinn, það að drekka af bikarnum, fólst í því að taka við Jesú Kristi og trúa á hann. Þegar Pétur flutti þessa fyrstu predikun spurði fólkið, hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera til að öðlast eilíft líf, þá sagði Pétur, trúið á Jesú Krist og látið skýrast í vatni. Þannig munu þið ganga inn í himnaríkið. Og það gerðu þau. Þann dag sem þau létu skýrast og tóku við Drottni Jesú Kristi sem hinni einu leið til hjálpræðis, ekki lengur lögmáli Móse, þann dag hófst himnaríki fyrir þeim. Frá þeim degi byrjaði Drottinn að eiga samfélag við hvern og einn og drekka hið andlega vín og eta hið andlega brauð, því Kristur vínið og Kristur brauðið. Drottinn hafði sagt, sá sem drekkur blóð mitt og etur hold mitt mun öðlast eilíft líf, þá sögðu gyðingarnir, þessi maður brjálaður. Hvernig eigum við að eta líkama hans og drekka blóð hans? Nei, Drottinn talaði í andlegum, táknrænum skilningi. Þess vegna skulum við vona að við öll eigum þetta samfélag við Drottinn, að við séum stöðugt að drekka af honum og eta af holdi hans. Það þýðir að trúa á hann, treysta honum, fylgja vegi fagnaðarerindisins og halda boðorð Guðs. Það samfélagið. Það Drottinn að drekka af bikarnum í himnaríkinu með trúum sínum.